Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Á dögunum var enn til atburðar í Kvikunni í Grindavík, en þá afhenti Kvenfélag Grindavíkurbæ spjallbekk og var við hæfi að hann væri afhentur í þessari umræddu viku sem var vika einmannaleikans. Spjallbekkurinn táknrænn. Sá sem sest á hann að opna fyrir spjalli náungan en fyrirmyndin bresk og hefur gefið góða raun. Sólveig Ólafsdóttir formaður Kvenfélags Grindavíkur. Heyrðu, við erum að afhenda Grindavíkurbæ þennan spjallbekk sem við sitjum á og þetta Kvenfélagssambandið að hvetja til þess að fólk spjalli saman og þetta að breskri fyrirmynd held ég komið að setja svona bekki í almenningsgarða eða bara hvar sem og fólk getur, með því að setjast á þennan bekk þá gefur færi á því að taka spjallið sem bara þarft í okkar samfélagi. Já, en myndi hugmyndin af þessum bekk, hvenær fæddist hún? Þetta í rauninni Jenny Ógimsdóttir sem í framkvæmdanefnd hjá þessu sem sagt í viku einmannaleikans. Hún í nefnd og hún átti við með orð og sagði að þetta væri rosa sniðugt ef við getum gert svona bekki og liturinn sérstakur fyrir þetta viku einmannaleikans, það svona appelsínugulur litur. Og hún hendir þessi á mig bara daginn og ég náttúrulega greip boltan og bara heyrðu við í Kvenfélagi Grindavíkur og við verðum bara með fyrsta bekkinn sem við erum með. Já, þannig að þetta gjöf ykkar, Kvenfélag Grindavíkur til Grindavíkurbæjar. Já, og ég hveti við ætlum að gera svona like-síðu, þannig að við hvetjum fólk til að koma og taka að sér myndir og sýna okkur að það hafi tekið spjall í Grindavík. Og bara allir geta sett mynd af sér þar inni og bara hvet alla til þess að gera það. Og þessi bekkur verður hvar inni núna? Nei, hann bara byrjar á því að vera fyrir utan Kvikuna, beint á móti Pabbas og sjómannastofunni og fyrst sá sér rétt hjá líka, þannig að þetta allir sem kíkja á þessa staði geta komið við eða bara rent við, en síðan mun hann færast á nýtt svæði þegar við erum búin að laga fyrir utan íþróttahúsið og þá verður gerður svona útivista paradís þar, þannig að bekkurinn fer þangað, en fyrst mun hann vera fyrir utan Kvikuna. Og þetta ekki bara búa til nýtt trend? Nú eru bara Íslendingar, að þegar vantar Íslendinga til Grindavíkur, útlendingarnir hafa verið alveg í bara bílförmum í sumar, nú hvetjum Íslendingarna til þess að koma og trend að taka selfie, taka mynd á bekknum. Algjörlega, ég bara hvet alla til að taka og bara, þá vartu búin að teki bóksið, komið til Grindavíkur og taka með mynd. En bara yfir höfuð, þetta erindi hjá Önnu var rosalega fróðlegt, gaman að sjá svona hvernig kynslóðnar hafa breyst. Og það kannski vantar þetta kannski hjá yngri kynslóðnum, myndi ég nú halda. Þau eru með margt frábært, en þeim vantar kannski þetta að tala saman. Já. Og hvað betra en að setjast niður á svona bekk og tala saman? Algjörlega. En hvað með starf Kvenfélags Grindavíkur sem fagnaði 100 ára afmæli 23, 13 dögum eftir rýmingu? Já. Við bara erum ennþá vinnum áfram sem kvenfélag, en að vísu erum við kvenfélag sem við höfum drift okkur við erum í 20 bæjarfélögum en við reynum að hittast og gera eitthvað skemmtilegt saman og við erum líka að gefa til samfélagsins og að fullu því og já, ég held að það sé bara alveg að segja það við erum lifandi. En með að mynda þetta aðeins, þið voru búin að plana heljarinnar afmælisveislu, á ekki ennþá eftir að halda það? Jú, vonandi getum við gert það eitthvað tímann að halda upp á afmælið. Þetta var alveg fleiri hundruð manns að mæta og íþróttahúsið búin að fá körfuboltann til að sjá að upp eða dekka upp allan salinn og búin að, það var allt tilbúið, en við vonum svo heppnar að forseti Íslands, þáverandi Guðni, hann bauð okkur heim í pönnukökur og kleinur og það var svolítið bara dásalegt. Ragnar Fossadal mann tímanna tvenna og hafði mikið gaman af erindi sem fjallaði hvernig samskipti hafa tekið breytingum í aldanna rás. Það var táknrænt að Ragnar kæmi á spjallbekkin. Hún hefur verið einmanna síðan Grindavík var rýmd.
segðu mér, hvað var til þess að þú ákast að koma hérna í dag? Mér finnst ég vera svolítið einmanna. Og það þannig eftir að þú þurftir að rýma Grindavík? Mitt. Það bara þannig? Já. Og hvar ert þú búin að koma þig fyrir í dag? Ég í Keflavík, á Njarðarvöllum. Á Njarðarvöllum, já. Yndislegt fólk þar og allt það. Ekkert að því. Ekkert að því, en þú ert Grindvíkingur og þú saknar Grindavíkur. Já, ég gerði það. Já. Kom hingað 14 ára, 23. november 53, upp á dag 70 ár. Já. Bærum var rýmdur. Já. Þannig að, og ert þú eitthvað farin að huga því að snúa tilbaka? Það þarf að sjá meiri þjónustu kannski? Já, aðeins meiri þjónustu kannski, en ég hugsa alltaf til Grindavík. Já. Mér finnst ég heima hér. Já, þannig allar líkur af því ef allir með Víðihlíð opna sem svona sambaralegt við bara Nesvelli, að þið finnst líklegt að þú myndir snúa fljótlega tilbaka. Já. En þetta erindi hérna í dag og þessi bekkur, finnst þetta ekki sniðugt? Æðislegur. Maður á eftir að njóta. Já. Fannst þetta ekki sniðugt að sjá svona hvernig samskipti bara kynslóðuna hafa breyst í tímanans rás? Já. Ha? Ég náttúrulega með þeim entri, sko. Já. En þetta satt sem hún var að segja okkur. En ekki þessi bekkur sem við sitjum hérna á núna, það geta allar kynslóðir og þessi yngri kannski líka, hún hefur gott að hafa þetta í huga. Það gott, þess að við erum að gera núna, við erum bara að tala saman. Það aldrei of mikið af því væntanlega. Nei, maður þarf að gera miklu meira af því. Og veistu hvað ég hef tekið eftir líka? Svona aðeins koma við hvort. Já. Snerting. Einmitt. Maður finnur mikið fyrir því, nefnisa. Hvan flott fyrirtæki sem hefur verið áberandi hjá Grindvíkingum að undanförnu og verður áfram. Anna Steinsen fór yfir hvað gert verður fyrir Grindvíkinga og minntist líka á kitlandi hláturdaugar. Segðu mig fyrst frá þessu fyrirtæki. Okkar, já, Hvan þýðir í rauninni kærleikur, vinátta, alúð og nám og við stofnuðum fyrirtæki 2016 og erum að halda fyrirlestra menningu, samskipti og við erum leiðtogahæfni og við erum alls konar námskeið alveg niður í 7 ára. Við erum inn í skólum, ef það samskiptavandi eða eineltismál, þá komum við inn í skólan til að hjálpa til, oft á tíðum. Þannig að við erum að gera alveg ótrúlega margt, svo erum við líka með litla ferðaskrifstofu. Nú? Já, og förum í svona endurmenntunarferðir. Ok. Fyrir fagfólk í grunnskólum og leikskólum og bara fagfólk bara alls staðar að. En þinn bara bakgrunnur í svona málum, ertu bara sjálflærið eða hvernig virkar þetta? Já, nei, ég með BA í tómstunda og félagsmálafræði og næstu með mastersgráði eftir að skrifa ritgerðina. Okay. En þannig að, og við erum flest sem að störfum fyrir Hvan erum með reynslu á þessu sviði, þú veist, að vinna með börnum og unglingum og vinna með fullorðnu fólki í þessum málum, skilur, samskiptamálum, leiðtogafærni, hvernig áttu að vera betri stjórnandi. Þannig að ég er búin að vera að vinna í Hvan í 10 ár, svo var ég að vinna hjá Dale Carnegie í 12 ár og undan því, og svo var ég í félagsmiðstöð, þannig ég er búin að vera að vinna með börnum og unglingum í yfir 25 ár. Þetta er alveg 25 ár, sko. Einmitt. Já. Og hvað, þið ætlaði að fara að gera dóltið mikla hluti hér í Grindavík og fyrir Grindvíkinga? Eðlilega spennt, sko. Við erum að fara að starfa með Grindvíkingum og í samstarfi við Rauða krossinn og Rio Tinto og Grindavík að sjálfsögðu og ætlum að bjóða upp á alls konar námskeið, en svo viljum við gera þetta náttúrulega með Grindvíkingum að sjálfsögðu. Þannig að okkur langar að gera einhverja skemmtilega hátíð og starfa með eldri borgurum og líka þessi aldur 20-25 ára sem er búið með menntaskólan, þú veist, og við viljum heyra frá Grindvíkingum hvaða hugmyndir þeir eru með, þannig að við séum ekki að koma með þetta er frábært plan fyrir ykkur. Þá erum við bara ótrúlega spennt að vinna með Grindvíkingum og erum búin að búa til síðu inn á hvan.is þar sem stendur bara svona á síðunni stendur Grindavík með þér að það er alls konar sem við erum með í boði. Við erum með námskeið bara frá 7-9 ára, námskeið sem við erum búin að bara vera með í mörg ár og virka frábærlega, sem hjálpa börnum að eignast vini og halda vinum og auka sjálfstraustið þeirra, þannig að þeim líði vel í samskiptum.
og þetta líka 10-12 ára, úlingsaldurinn, menntaskólaaldurinn, þú veist, þannig að við ætlum að... Þetta raun allur aldur. Í rauninni. Þið vinnið raun bara fyrir alla. Alla, já. En segð mér kannski, ég hafði mjög gaman að því, þú var svona síðasta hálftíman hérna að tala bara þessar kynslóðir. Já. Og það alveg hilarious og þú nærð að leika þetta svolítið vel á hvernig kynslóðina voru. Einmitt. Hérna voru náttúrulega inni kvenfélagið, sko. Það voru allar kynslóðir inni, ekki að grínast. Það var sko eina kynslóðin sem var ekki hérna, var Greatest. Og Greatest sko 98 ára og eldri. Já. En þú varst alveg með Silent og svo var eitt nýfætt barnina bara síðan júní sem sko Gen Beta. Þannig að það voru 7 kynslóðir hérna inn í dag. Það rétt allir í pönd sko einhverju tímapunkti. Sem æðislegt að sé að mæta hérna 7 kynslóðir hingað í bæinn sko. Já. En það dálítið fyndið þegar þú ert að lýsa þetta búið að breytast allt svakalega. Já, ég veit það. Þannig að pabbi þinn, alveg svo pabbi minn heitinn, það hefði fyrir frosið í helvíti en að hann myndi segja við mig að hann elskaði mig. Já, það var ekkert verið að sýna mikið svona tilfinningar og segja elskaði og hrósa og eitthvað svona. Við vissum alveg þetta liði elskaði mann, sko, en það var bara öðrum sinn nálgun. Í dag segir bara love you og elskaði kannski of mikið. Já, kannski, ég veit ekki, ég held að sé samt. I love you, mann finnst ekki vera mikil meining á bak við það. Nei, en sko málið ef þú spyrðir ungu kynslóðina, þá finnst þau þetta ekki, þeim finnst þetta ekkert á mikið. Nei. Okkur finnst það að við erum ekki vöndi. Svo kemur bara kynslóð eftir kynslóð sem að bara með einhver önnur lögmál og við erum alltaf ekki bara býtu hvað málið. Þú veist, og þá bara eitthvað breytt. Tíman breytast og menninni með. Gott sumt, annað kannski ekki eins gott, þannig að ert ekki doldið að reyna að segja ungu kynslóðinni, bara það sem við erum að gera núna. Við sitjum inn á bekk og við erum að tala saman. Við erum á spjallbekk. Við erum á spjallbekknum, þetta frábært konsept, mér finnst það ótrúlega flott. Ég veit, af því það verið að vinna, þú veist, gegn einmannaleika. Sko málið að í dag að aukast einmannaleiki, þrátt fyrir við erum tengt endalust saman í gegnum miðlana. En þú skýrir það dálítið vel út að því fólk kannski bara með headphone-in á sér og... Já, og þú bara einn í þínu og ekkert endilega að tala. Það alveg mikilvægt að tala við ókunnuga. Að spjalla á einhverju svona bekk eða tala við einhvern í strætóskilinu og spyrja bara, veistu hvernig strætó kemur eitthvað svona, þú veist, og það allir með heyrnartóli eða margir, þannig að fólk bara út af fyrir sig, kvíðir aukast, þunglindir aukast, þetta tengt svolítið, ef við að tengja þetta við samfélagsmiðla að einhverju leyti. Þannig að við þurfum bara að hugsa hvernig getum við... Vinna í bara lausnum, svona tæknin orðin, við erum ekki að vera að breyta henni. Tæknin frábær. Og vinna með henni frekar. Algjörlega, af því að sko, ef við getum fengið líka bara fólk til að spjalla, þá erum við að brjóta ísinn og það eykur samkennd líka. Það að bara tala við fólk. Og ef að samkennd eykst, af því samkennd ótrúlega mikilvæg fyrir samfélög. Að ég sé ekki bara, við erum hér, þið eru hér, þetta samfélag, þarna, að þá vinnum við eitt saman. Þannig að við viljum auka samkennd, við viljum halda áfram að auka við þrautseigju líka, en unga kynslóðin, hún frábær. Hún miklu opnari tilfinningarlega heldur en eldri kynslóðir og getur alveg ítt í helst konar punkta við eitthvað, hvað þeir að tala allt og að þeir eitthvað að segja hvernig mér líður og eitthvað svona, en það mér finnst það bara frábært í rauninni, af því að við krefur okkur í samtal. Fólk getur ekki bara verið í fíl í 3 ár. Það bara, heyri, halló, kallinn minn, hvað í gangi? Svo var kannski leyft hérna áður fyrr. Þannig að það alls konar hluti sem að hver einasta kynslóð kemur inn með nýja hluti og við höfum bara takað því fagnandi en leið líka að kenna þrautseiguna sem svolítið undanhaldi, samfélagslega hugsun, þú veist, við þurfum svolítið að vinna sem samfélag og samkennd. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út blað sem kemur núna út hálfsmánaðarlega en í þessari viku var blaðið dreift á 30 staði á Suðurnesjum, fullt af nýju og skemmtilegu efni í blaðinu. En við erum líka að skrifa nýtt efni á hverjum degi á Víkurfréttavefinn, vaff.is og golffréttir á kilvingur.is. Við þykjum góðar ábendingar efni. Endilega sendi okkur hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.